Sigurður Freyr Hafstein heiti ég og prófessor í stærðfræði við Háskóla Íslands. Við bjóðum upp á framhaldsnám bæði í stærðfræði og tölfræði. Í meistaranámi í stærðfræði og tölfræði kynnast nemendur grunnrannsóknum í þessum fögum og hagnýtingum á þeim. Og tilgangur námsins að nemendur læra að tileinka sér þekkingu og skilning á völdu sérsviði sem vettfangur nútíma rannsókna. Það öðlast færni til að leysa flókin fræðileg verkefni og sem góður undirbúningur fyrir doktorsnám. Samsetning námsins svo að þetta 120 ECTS einingar rannsóknartengt nám. Venjulega skiptist það í 60 einingar af námskeiðum og 60 einingar meistaraverkefni. Og námskeiðin þá upp úr stærðfræði og tölfræði en einnig má taka námskeið í öðrum deildum og líka möguleiki á því að taka hluta af námskeiðunum í skiptinámi. Og hér á Íslandi eru námskeiðin oft líka lesnámskeið, það að segja í samráði við leiðbeinanda þá valið eitthvað viðfangsefni sem að nemandi tileinka sér að einhverju leyti sjálfur. Inntökuskilyrðin eru í stærðfræði BS-próf í stærðfræði, hagnýttri stærðfræði eða skyldri grein með lágmarkseinkunn 6,5. Í tölfræði inngangsskilyrðin BS-próf eða sambærilegt með meðaleinkunn að minnstakosti 6,5. Það þarf sem sagt ekki að vera í stærðfræði. Og nemendur þurfa að ljúka eða hafa lokið í fyrra námi sínu inngangsnámskeiðum í kennilegri tölfræði ásamt línulegri algebru, einvíðri og fjölvíðri stærðfræðigreiningu. Lokaverkefni í stærðfræði á mörgum sviðum og sem sagt þá með leiðbeinanda sem hefur fengist við eitthvað af þessum sviðum. Og sem dæmi má taka algebru, beisiska tölfræði, fléttufræði, grúppufræði, hagnýta stærðfræði, kennilega eðlisfræði, kennslufræði, líkindafræði, strengjafræði, tvinnfallagreiningu eða tölfræði. Og hér eru nokkur dæmi ritgerðir sem eru skrifaðar að group actions on infinite digraphs and the suborbit function approximation of holomorphic functions in the complex plane, numerical approximation of elastic body with Tresca friction boundary condition eða on a generalization of Pfister forms. Lokaverkefni tölfræði nokkur dæmi hér, comparing different methods to perform GWAS on sensor data, Bayesian fluid frequency analysis using monthly maxima, competitive co-evolution and problem design and meta-heuristical parameter, eða pricing of automobile insurance policies using generalized linear models and lasso regularization. Tækifæri á loknu námi eru fjölmörg, annarkvort þá náttúrulega áframhaldandi í námi, þá þessum þetta í doktorsnámi á Íslandi eða erlendis. En einnig hægt að fara að vinna og eru sem sagt útskrifaði nemendur mjög eftirsóttur á vinnumarkaði í til dæmis tækni- og nýsköpunarfyrirtækjum, líftæknifyrirtækjum, fjármálafyrirtækjum, tryggingafyrirtækjum eða orkufyrirtækjum. Hver eru kostir við meistaranámi HÍ? Þetta einstaklingsmiðað nám og námskeið sem að nemendur taka eru styðja við meistaraverkefnið og jafnvel búin til námskeið sérstaklega sem að styðja við meistaraverkefnið, lesnámskeið. Það sveigjanleiki áhugasviði hvers og eins, nánd við leiðbeinendur og aðra starfsmenn, fjölbreyttir möguleikar að námi loknu og auðveld umskipti úr grunnnámi. Kennarahópurinn með alþjóðlega reynslu og tengsl. Og ef þið hafið áhuga á því að skrá okkur í nám eða kynna ykkur máli frekar þá endilega nýta þjónustuna okkar, hafa samband við nemendaþjónustuna, annarkvort þá með tölvupóst á sensegraduate@hi.is eða í gegnum netspjall eða hi.is. Einnig hægt að hringja 525-4466 og einnig heilmikið af upplýsingum frekari námið á vefnum vef Háskóla Íslands, hi.is. Já.
Takk kærlega fyrir og umsóknarfrestur er 15. apríl.